40 mínútur. Ég var að taka upp í 40 fucking mínútur og ég ítti ekki að record. Jesus Christ. Ég þarf að hafa svona checklist ári ég byrja að taka upp, bara huge svona whiteboard hlina á mér með kannski svona 3 reyti, bara íta record og svo íta record á myndavelni og svo settu heyrnartóluna á, þú veist. Jesus Christ, man. Mér varst það bara fucking góð þáttir sem ég var að taka upp, sko. Damn it. Herru, velkomin að podda með Frikka. Fucking son of a bitch, man. Herru, mann ekkert að væla þetta lengur, sko. Ég hef fuckað upp þátt áður, sko, en þetta er skynna nóg. Þannig að í dag, þeman á þættinum í dag er vinnur. Shitty vinnur, góðar vinnur, vinnur á netinu, vinnur í klám, OnlyFans vinnur, Patreon vinnur, podcast vinnur, góðar vinnur. Við erum góðar vinnur. Slæka á. Hækkaðu í hirðantalanum. Sleiktu köttuðinn. Stöttu símanum. Nei, ok. En ég ætlum að byrja þá til það með spurningar frá ykkur. Ég setti í story í gær bara hei, er ekki með spurningar eða sögur sem þið viljið koma með og fekk fullt af skemmtilegu dóti, sko. En mæli með ef þið er að senda mér spurningar, sitja í vídeo, þá getið bæði heyrta á podcastinu og það er alltaf gaman að heyra sína eigin rödd, sko, og tjekkum á þessu. Hvað er fólk með hérna? Ok, byrjum á fyrstu frá ég var að baka skinku á hann í gær. Dude, ég þarf að livestreama næst að baka. It was pretty bad, sko. Ég er bad í að baka, sko. Mér finnst það kanna gaman, þannig að ég ætla að vera betri í banabrauð, þú veist, I can do that shit no problem, okay? Banabrauð king over here. En ég prófið að gera skinkuhorn og þú veist, ég veit ekki hvað gerðist, en ég var bara eitthvað, þú veist, degið var klukkutíma lengur að gerast en ég held. Svo byrjaði ég að móta þetta og svo ég vissi ekki hvernig maður á að gera það. Ég er ekki múin að gera það sem í heimilisfræði 7. bekki, 8. bekki eða eitthvað. So it got kind of hard, sko. En svona, to be honest, mér leiði eins og ég var aftur komin í einhvern annan heim, sko. Byrja bara, fuck í deginu, skilur ég hveta tónlist, ekkert podcast, skilur ég hlusta ómikið á podcasts. Tekið eftir því. Og ég var að móta degið og maður á að gera eitthvað svona tekur degið, boom, setur það 8 bita og svo tekur þess 8 bita og gerir það svona í pítsu, skilur við, og svo skerur það sneiðar og þá er þetta góður, setur fyllinguna, bing bang boom. Ég gerði það en það var allt of sticky, ég náði ekki að flytja út nóg mikið, en ég var að bæta hveiti og svona, en ég kann bara gera pítsu, til mjög annars, ég kann bara flytja út pítsu, ég er rosalega góður í því og svo byrja að fatta okkur ég fíla þetta á Domino's að gera pítsur. It's fun, mér finnst ógeðslega gaman að slappa beysu, svo kastar upp í loftið og hér er ekki að gera núna í eitthvað mánuð eða 2, sko, næst í 2 mánuð, man, og I miss it. Það er svo gaman að búta pítsur og þú veist, að vinna Domino's, the whole job er skemmtilegt, to be honest, að skera pítsunar. Það er nothing, ok, líka þetta er in comparison, skilur, ég var að vinna Domino's í 4 ár, það er ekkit skemmtilegra inn á Domino's heldur en að vinna á ofninum í brjálega russi og vera að skera, þú veist, 300-400 pítsur. Og it might not sound fun to you, en ég er að kind of guy í vinnu, ef það er eitthvað rosalega erfitt en þú getur verið góður í því og þá er það gaman, þá ger ég það endalaust, ég bara held áfram og vill læra meira og meira og meira, þá getur ég rosalega góður í, en þá er ég, þú veist, það er eitthvað við líka að vera svona besti maðurinn í their position. Þeir kenna rosalega vel inn á Domino's, svona þeirra hugsunarfræði að hafa þetta er setning frá okkur svæðistjóra, aces in their places, easy setning, þeir Domino's fólk þekkir þetta örugglega. Þar að þegar þú ert að manna daginn og vilt setja upp liðið eins og vilt hafa þetta, þá, veist, ég elska líka þegar þú ert að plana daginn, þetta er basically bara svo að spila FIFA, þú setur starfsmenn í staðana, skilur, þannig að þú ert með boom, eins og til dæmis Rez í Domino's, þú setur Rez í slappi
hann super fljótur slappar pizzuna fyrir, kastar upp í lofti bam, fyrir eitthvað annar sósa svo erum við segjum Rose, bam Rose byrjar að setja á pizzuna skilur svo hendur í ofnin, svo erum við mig á ofninum, right, ég með hnífin ég með the little gabu fyrir en pönnupizzuna, right right, svo skerur þetta bam, 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 bam hendur kattóli á þetta loka kassanum, bam I kinda miss it ég komist maður gæsa sko, því það er allt þetta flow sko, er rosalega gaman svo tekur þú kassanum, right, setur hann í hittagrindina svo erum við með Jóa, hann er ég var ekki að setja hann, ég er alltaf að tala um hann ég er búin að segja að hann er 17, ég er búin að segja hann er 16 hann er eitthvað gammal sko, en hann er kúja hvað heitir þú hana helvítis anskotas fucking dude, if you finn it, you're not getting a shower bro, so what the fuck it, ég finn það ekki hann heitir eitthvað Jósef eitthvað 03 eða 04 or something en svo er með Jói afkvæmstur basically, right hann er hey, góðan daginn, búm, búm, búm það sækja, tegur, hún er með 107 öskrar með, fyrir ekki, 107 er greit, bús ég merki kassan, gefur hann pizzuna greit, bam, hann tekur pizzuna gessuðu kallinn, út með slæðir hann í rassinn, bing málið dögt og þannig basically vinnur á Dominos, that's how it works og það er alltaf gaman það er fucking gaman maður að sitta aces in their places og hafa allt svona hafa daginn flottan sko the fuck am I talking about man já, hvað the fuck was even the question man at this point sko en byrjum á þessu spurningum maður hvað tekur að langa tíma að skeina þér dude, sko bara sem dæmi, ég var á Dunkin Donuts þegar ég var 16 ára og 15-16 ára og ég byrja fucking já, hann má tala um vinnur, that's what we're talking about við, ég og engin annar sem er þið there's gotta be someone behind that camera, right? Sendi kommenti og elska mig og hvað tekur langa tíma að skeina dude, like a minute maybe, I don't know ekki langa tíma leikar, ég er hann betri og þetta er eitthvað svona þú veist það er svona shit sem þú hatar þegar þú býr hjá mammunni pappa henni með whatever the fuck það er little things that people do sem svona þú byrjar að fatta ég myndi ekki vilja búa með fólki because of this reason and you just gotta live with it ég var alltaf svo lengi að kúka þegar ég var svona 15-16 og Dunkin Donuts að því vanin var, þú veist, ég drakk alltaf kaffi í vinnu svo fer að klósetti og ég bara að drakka kaffi síðustu 2 tímana so you just gonna shit bricks nú kúkur á vegginum, kúkur í skálinni kúkur í vaskinum, kúkur allstar og ég glemdi að loka hurðinni, nú er viðskiptavinur komin inn á klósetti og ég er að kúka á gólfið og it's a whole mess sko það var að gerast mjög oft þannig að oft þegar ég var heima líka skilja, fer ég bara að kúka, fer í síman kveiki kannski bara YouTube myndbandi kannski bara horfa í allt í YouTube myndbandi þetta er kannski 10-15 mínútur og ég er bara kúkandi og chillandi og skeinandi og doing the whole thing en núna mamma var nefnilega alltaf eitthvað auðvitað lengi og eitthvað og kannski var ég bara svolítið bara fuck you, ég ætla bara að vera lengur að þú segja þetta en núna er ég heima hérna ég nefnir ekki að kúka meiri mínútu ég kveiki ofta podcasts bara á the motherfucking speaker sko og ég reynir svona að setja síma bara borðið eitthvað ekki vera TikTok eitthvað að geta svo bara kúka ég og that's it sko, kannski mínúta sko ég er on pretty fast, ég er búin að læra sko I'm a professional shitter, that's for sure ok, ég fekk fullt af spurningu frá okkur og líka sögur og ég mælu mig ef þið vilja senda eitthvað skemmtilega sögu sem þið vilja að tala um eða eitthvað sem gerist í ykkur eða spurningar eða eitthvað svona senda vídeo, þá getur við hlusta á það á podcastinu en ok, Hugo var að senda vinkona mín tók hníf og stakk vinnu minn á Hard Rock ástæða? Question mark hann er með rautt hár sem er skrítið því stelpan er líka bara búin að lita ekkert interesting, bara deila see this, þetta meikir voða lítið sens en ég vona að Gaurin er döður, bara svo sagan er betri just saying bro I mean what if she was dead, huh? Come on, you gotta think about this fucking Seinfeld innan maður
Which would you suck for $1 million? Maggi Mix eða Kilo Kev? Dude, þetta tough question, sko. Let's think about this. Við erum með Maggi Mix. Bam! Hann er svo the chub, sko. Ok, svo erum við Kilo. Hann var real chub. Nú er hann alveg minna chub, sko. Kilo er hann minni Kilo. Hann er 0,6 kilo. Dude, fuck it. Take them both, man. Getur þú ímyndaði hvað verið gott podcast-clip ef við væri bara gobble og Kilo Kev City og Magga fucking Mix. Come on, don't get it twisted, man. Taking the package deal, bro. It's gonna be a good clip. Ég ætla að double check hvort sem mynda hann sé fucking recording. I'm not gonna fuck this up again. Fucking chub. Oh man. Ég elska ykkur, þið erum með góða spurningar hérna. Ok, við erum með vídeo. Anna, þú varst eitthvað að tala að hafa verið eitthvað í hlutabröfum og svona. Yes. Hvernig fer maður að því að byrja á því að investa pening í hlutabröf og sjóðu og svona? Herru, geggjur spurning, af því ég elska peninga og bara financial shit. Ok, ef þú ert ekki byrjað neinu, ég skal bara segja ykkur hvar ég er og þannig að þekki hvað, þú veist, hvernig ég þekki þetta. Ég byrjaði að bara horfa YouTubers og svona shit þegar ég var 16-15 eða eitthvað. Bara það, þú veist, hvernig spara ég, how do I invest og svona. Og sem ég mæli með að þú gerir index fund. Index fund er basically bara fullt af fyrirtækjum, bæði erlend eða íslenskt, eða stundum bara íslenskt, stundum bara erlend. Að það er fyrirtæki sett saman í sjóð og þú kaupir í sjóðin að því þú bystu því að fyrirtækin mun að stækka og vera virð meira, þar að þá fyrir hagnaður þinn upp. Þá er peningin þinn virð meira. Bara sem dæmi, fyrsta sem ég keypti var í Íslandsbanka og ég er ennþá í núna. Það heitir EQUUS. Ég veit ekki alveg hvað stendur fyrir og að því allir sjóður eru með svona acronym skamstafir og ég er í Íslandsbanka þannig að það getur verið aðra reikningar ef þú í Landsbankanum og líka ef þú að kaupa erlendu sím það fyrir bara S&P 500 það er stærsta indexfund í heiminum og þú getur skoðað yfir þetta sem átt að gera ef þú að pæla hvað indexfund ætti ég að kaupa því raun að veru, ég hringdi í Íslandsbankan nokkrum sinnum það er erfitt fyrir þig að ég veit ekki hvernig það er í Landsbankanum en það er svolítið erfitt að fá ráðgjöf fyrir fucking hlutabrif í Íslandsbanka ég mætti hana 3 svar líka að ég mætti, ekki 3 svar, 2 svar eins og nýjan að Keflavík bara hei, er ekki eitthvað mikið setjast niður með og tala við hlutabrif bara lært meira þetta nei, þeir sýndu með iPadin í bæði skipti bara þú getur farið inn á netbankan og skoða þetta ok, lokið þá fucking útibúin ykkar af hverju eru þó þetta sé ekki eina sem þið gerir eflaust en pissed me off svo hringdi ég líka og ég færði 3 svar og ég er búin að vera 25 minnur í símanum þannig bara skellt á fuck you svo fór ég bæinn líka og reyndi að tala við fjármálaráðgjöf bara þetta og hann sagði bara sama, fara á neti þannig raun að veru ef fólkdran ykkur er að segja þú myndi ekki læra þetta á YouTube ég hef lært allt sem ég gerir á YouTube ok, everything man farið beint á YouTube ég er með einn YouTuber sem ég mæla virkilega með hann heitir Mark Tilby hvað er hann? Come on, Mark Tilbury mæla virkilega með honum hann er með góð vídeo eins og bara passive income, how I became a millionaire in my 20s ég veit að þetta hljómar fucking clickbait, þetta er allt bullshit horfðu á vídeo, ok, það er mikið efni sem að fyrir sem er bara hei, ég geti gert fullt af þessu og bara sem dæmi sem ég gerir núna sjálfur bara í dag ég legg alltaf inn sparnað í index fund en maður segir alltaf, maður getur ekki perfect í þessu ég er örugglega múin að skipa alltaf 3 mánuði á þessu ári og þannig ég legg inn á index fund og þægilega það, segjum að lendi ykkur leilu og þú ert með rainy day fundið inn í index fund í stað fyrir að hafa í heimabankanum sem þú græðir ekkert á þá bara seluru það tekur mestalega 3 daga að koma aftur inn á bankan en ég veit að ég seldi einn svona mánuði og fekk að bara get snemma miðvikudaginn
sem bara perfect. Það er ykkur vesenni og þarft þá að fá alla peningin eftir nokkur dag, það er ekkert mál, það er bara fljótt, bara bing bang boom. Og Íslandsbanki at least er með flat fee að 3.000 krónur eða 2.900 eitthvað þegar þú selur, sem er mjög þægilegt að því segjum með milljón í EQUS og selur það sem er, ég held alltaf að myndi að vera prósentu, þegar það var 1% that's not good, það er alveg svolítið mikið sko. Þannig að það er betra að sé bara flat fee 3.000 kall hvert skiptum og selur. Þannig að það var mjög næstur með til dæmis, ég byrja að leggja inn held ég í februar eða janúar. Ég er ekki búin að vera í indexfondi lengi, en ég þurfti svo aftur að fá pening þegar ég seldi þegar bíllinn minn fokast upp. Þannig ég bara seldi það og ég grætti eitthvað fucking 90 skall eitthvað sem er ekkert eitthvað sakið mikið. Það er bara nokkur mánuðum og eina sem ég gerði var bara að leggja þannig peningin á annar reikning, bíða, that's it. Doesn't that sound lovely? Skilur that's fine. Og 90 skall er meira heldur en ég grætti á húsnæðisbandareikning yfir, hvað var það, fucking 8 mánuðir eða 10 mánuðir actually. Ég var svona með jafn mikið í húsnæðis, svona, ég var með svona lokareikning af því enginn bjóð til fyrir mig svona reikning sem opnaði voru 18 ára, þú veist, það voru allir með það, eða ekki? Not me. Þannig að ég þurfti að læra þetta sjálfur og ég fór í bankan eitthvað, hvað var ég, 15 ára? Ég var 16 ára þegar ég gerði þetta og þá fór ég í bankan og bjóð, bestu vextinni voru á húsnæðisbarnareikning, þannig ég stofnaði hann og hann opnaðist þegar ég var 19 ára og ég grætti vol í dagði sko, ég hefði miklu betur hefði ég látt að bara sitta inn í indexfond frekar og leggja inn í hverju mánu og ég hefði verið miklu betur statur eftir það. Þannig að ég meðlega virkilega með að bara fara á YouTube og læra þetta og annan dæmi svona sem ég geri mánalega ég með indexfondið, ég er með peningi í krypto, ég bara vil eiginlega ekki tala það því ég veit fuck lítið þetta, bara ekki nóg. Ég elska NFTs og hvað það er, mér langar að hafa bara my own NFT einn daginn, ég er ekki að útskýra það, google það, fucking Bitcoin, ég er með Bitcoin, Ripple og Cardano, það eru 1-3 sem ég á ekki að saka mikið í því, en ég er ekki að fylgjast með þessu, þessi penningu verður hann bara, ég er að búast til að Bitcoin verður miklu meira eftir svona 2-3 ár, alveg for sure, þannig ég ætla ekki að snetta þetta verður bara penningu sem verður bara svona, ég verður bara fýtt penningur eftir nokkur ár, þannig að that's my take on it, skilur, gerir sem ég vill með Bitcoin, shitcoins, augljóslega áhugavert og svona, en þú ætti, ef þú ert að fara að kaupa svona shitcoins og reyna tökum dæmis eins og hvað heitir það man ekki hvað heitir, en það er fullt af shitcoins sem sprengjast upp og þá er fólk að fá þú veist 100x penningi sinni eitthvað ég bara hef ekki nóg mikið svona, ég er ekki enn eins og nóg, þannig ég er ekki að vera að gera það, en það eru örugglega eitthvað svona shitcoin sem ég mun kaupa bara því að eitthvað félag mér saman frá og ég með nokkra félag sem er mikið í þessu, þeir hafa þeir eru allir með sama bullshiti sko, to be honest, en ég þarf ekki eitthvað 3 gaur á Akureyri sem er að hafa keypt nokkur shitcoins og ofta að segja mér þeir munu garra mikið á þessu, en með liður eins og þeir fokkuð upp og þeir keyptu, ég man ekki hvað þetta coin heitir, þeir keyptu eitt coin sem var óþekkt og þeir keyptu, þú veist, þeir áttu eitthvað 100 miljón bla 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 coins fyrir eitthvað þú veist 50 skall eða eitthvað og þetta sprengist upp bara svolítið mikið, skilja, ekki eitthvað crazy mikið, en þessi 50 skall sem er löðin var að verði held í 600 skall og það er ákveð að býða og eitthvað viku senna fara bara að fara niður í bara crap, þannig að þeir áttu held í 80 skall eftir eitthvað og þeir er ennþá bara að býða, það er búið að 4 mánuðir held í núna, ekkert búið að gerast og nefnilega sama sagan kemur aftur með þessi shitcoins, að þetta er boostað upp frá YouTuberum, marketing, skilur bara fullt af fólki á TikTok og svona, þá byrja fólk að kaupa þetta, þá fyrir præsið upp og svo selur the big boys, the whales sem eiga mest í þessu og þá fyrir virðið niður og þá eru þessi ekki rakur en þá með penninga sinni inn í þessu. Mér langar ógeðslega að lenda í þessu, skilur, ég kaupi ekki shitcoin og svona sprengist upp
en ég var að læra meira sko. Þannig að that's what I'm at með það sko. En ef þið er að byrja að spara núna ef þið er ung, 16-17 er kannski að fá fyrstu vinnu, ég mæli alltaf með þessu að búi til Excel-skjal. Doesn't sound very fun kannski, en það er ekki nördar eins og ég inni sem elska Excel, en ég er með svona Excel-skjal sem ég sit inn hvað er ég að fara að borga þessa mánu, hvað eru reikningar mínir, hvað er, þú veist, þannig að ég sit inn, skilur, leiguna mína, ef ég er með eitthvað lán, eitthvað kjaftaði, ég veit að ég þarf að borga Wi-Fi, 4G, kannski fyrir klippingu, leigan, everything, all that stuff. Þannig ég sit hann inn og þá er ég með eitthvað tölu, 100 skall, 200 skall, eitthvað svoleiðis. Mér þarf að hafa fyrsta í hverju mánuðar. Eða svona, svo basically þetta er penningur frá mánuðin, þannig að segjum að eins og í næsta mánuði, ég held að sé 250 sem ég þarf í næsta mánuði til að borga á my shit. Ég þarf ekki 250 bara fyrsta, en ég veit að ég mun þurfa að hafa þannig penning út mánuðin svo ég get borga netið minn, svo ég get borga matið minn, bensín, og ég er líka með þetta, ég er alltaf með fund sem að ég sitt alltaf 15 skallinn aukalega sem ég þarf að eyða, og þetta er hugmynd sem ég fekk frá ég bara að geta í 4 mánuði núna. Þetta er eitthvað YouTuber, ég maður ekki hvað neitir en hann byrjaði, hann bara explained it like this, hann er með fund sem að þarf að eyða, hafa með eitthvað 100 eurur, því þá ertu alltaf með in the back of your mind þegar þú ert að vinna eða eitthvað svona, að ég er að fara að gera eitthvað skemmtilegt regardless í hvernig einasta mánuð. Það er eitthvað svona skemmtilegt lítið goal, að því þú dörgla að spara meira og kannski getur ekki live as crazy svo allir aðrir, en ég er alltaf með að 15 skatt sem ég ekki notað í hvað sem er. Þannig að ég veit ég gerði þetta, ég hitt í fyrra, ég gerði þetta aðeins öðrusni back in the day, en þá tók ég hennar fund sem ég vildi eiga, spara hann í 4 mánuði og fóð til Amsterdam. Það er, þú getur gert það, skilur. Ég veit í næsta mánuði þá er ég að fara á einna námskeið sem ég langar að geta mikið að fara á, þannig að þú veist það, ég hugsa oft ef að námskeið sem ég langar að fara á, það þetta kostar svolítið mikið, en ég veit að kannski ég býð bara 2 mánuði, þá get ég tekið my fund og sem ég verða að eiga, þá get ég fara námskeið. Þá ertu með goal sem þú vilt ná þegar þú ert að vinna í shitty vinnuðinni sem þú kannski hatar, og þá ertu að gera allan eitthvað svona skemmtilegt í hverju mánuði. Þá líður ekki eins og sparnaðin sé bara eina sem þú átt að gera, þú veit ekki eigin einum penning. Þannig að mæla virkilega með að hafa eitthvað smá svona skemmti sjóð sko. Og mér finnst það svona næs eins og ég er alltaf með 100 kalla og eitthvað svona kattaði. Það var alltaf bara beint í baugin, og það nota annarkvort fyrir bílatrif, þegar því ég tek átt bíla fyrir fólk, þá nota ég tjörheinsa sem er í bílabæðinu, fyrir þar fyrst tjörheinsan og svo fyrir stæðið mitt. En restin af þessum penning fyrir bara í fund. Þannig að ef það er end of the month og ég er eitthvað svona, ég er ekki landað einn penning og kannski það er eitthvað sem langar kann að gera, ég bara fuck it, hversu mikið á ég 100 kallum, svo er kannski 6 úr kall eitthvað, sweet. Þannig að ég er alveg financial nerd, þó að ég er alls ekki ríkur, en þetta er svona allan á mín leið til að læra á þetta og verða betri í framtíðinni, til að make sure að ég mun allavega ekki vera þessi mannskja sem eyðir óvart 500.000 eitthvað, tekur óvart lán fyrir eitthvað stupid shit, eða ég verða ekki mannskja sem kaupir nýjan BMF á láni og svo bara borga lán næstu 4 árin. That's just not me. Þannig að þetta er hvað ég fíla sko. I'm a fucking financial nerd, bro. Þannig að what's next, hvað er það með fyrir ykkur? Fucking Hvort myndir þú frekar hann að missa báðar hendunar og báðar fætunar, eða vera heyrnarlaus og blindur? Okay, and I would you rather frá hvað heitir hann? Arnar? Hvort myndir sko, ok, ég skal definitely verði bara mute sko, no speaking, ég heyri ekki þér, ekkert kjaftaði sko. Ég get alltaf að fara að boxa, ég get fara út og fuck people up, og svo er það eitthvað, hvað það gera maður? Þá er ég bara heyrðu þetta? It's just a little fart. Ég var ekki acting retarded. Þetta er sem mute person would say. Right? Okay? Don't cancel me, okay? I'm just retarded. Nei, I'm mute, okay? Stundum
þú veist, ég alltaf með þessa hugsun þegar maður segir eitthvað svona shit, þetta really that bad eða, þú veist, does nobody give a fuck? Ég allan ekki að starta börn, skilur eða, þú veist, ég er ekki Ingo, þú veist, talað það, ég bauði Ingo á podcasti, ég sagði við hann, þú getur snert mig, þú getur skyrpt á mig, þú getur lamið mig, hvað sem þú vilt. Eina sem ég þarf frá þér er að taka gott TikTok-klipp með þér, ok? Hversu geðveikt var að fá þetta Ingo inn og hann heldur á kissinu minni eitthvað, þú veist, ég bara klippi saman eitthvað vídeo, þú veist, bara Ingo segir mér að fokka sér, hann ætlar að eiga köttu minn, I don't know, something. Mér langar frá Ingo podcasti með þér. Herru, Arnar hringja hérna með þér. Jó, Arnar, ég er á podcastinu, viltu vera á podcastinu? Ég er recording a podcast right now. Er þetta eitthvað sem við þurfum að tala private eða viltu vera á podcastinu? Ok, nei, ég þarf endur að fara að gera eitthvað. Ég ætla bara að gá hvað þú var að hringja út á. Já, get ég kaffu eftir eða ertu busy? Já, þú mátt kíkja kaffu eftir. Ég ætla bara að fara til búðu núna. Ef kannski að stefna bara 7. 7? Já. Já. Good shit. Getur þú sagt mér eitt, bara við erum að tala shit í vinnur. Ert þú með eitthvað anecdote, eitthvað svona shit sem þú lendi í vinnu? Eða eitthvað vinnum? Domino's eða whatever. Eitthvað shit sem ég lendi í vinnu? Já, hvað versta svona something, you know? Já, hann að koma inn svona indverjar inn á Domino's. Og allir indverjar sem kom inn á Domino's þeir vilja fá eitthvað sterkt, chili flakes, þeir vilja svo oft fá chili flakes spicy á pizzana sína og eitthvað, en það skilur einhver máli, það kemur eitthvað svona hópur af 4 með eitthvað, bara 4 gaurar og þeir panta pizzana á staðnum hjá mér og ég var við kassana og svo leiði eitthvað 20 mínútur eitthvað til pizza var tilbúin, en þeir voru alltaf að fucking spurja hvort að pizza væri tilbúin. Og svo svona í 4. skipti sem gæinn ætlaði að fara að spurja þá stoppaði ég hann bara áður en hann gat sagt eitthvað og ég segi it's not ready og þá var hann bara að fara að segja mér að pizzan er tilbúin og því hann sá á skjánum að hann væri tilbúin. Lendur ég líka alltaf, þú veist, eftir að fá pizzuna þá er ég 40 mínútur að geta hana og þeir að spurja towels og þú veist, getur kissed me, má ég fá vatn, má ég fá, þú veist, vodka, come on, anything. Já, það sem þeir gera í alvörunni, þeir fá ekki nógu mikið chili flakes eins og við gerum það, þannig við gáðum þeim oft glas, pappaglas, svona hálffyllt af chili flakes. Ó já, maður. Og líka COVID en þetta fokkaði það allt upp, sko, af því að meðum ekki eitthvað að gefa þeim, sem ekki borða á staðnum, þá voru alltaf að spyrja, þú veist, er það með chili packs og eitthvað, og þú lendir oft í því, skilur, og þeir byrja bara að öskra á það því þú varst ekki með þessi chili eða salta eða eitthvað. Já, þeir verða að brjála það. Gott að heyri þér einna, ég skal bara heyri þér eftir podcastið með. Ok, ég heyri þér eftir. Alright, see you. Bye. Good guy, maður, hvað vorum við að tala um maður? Would you rather, eða? Yeah, við vorum að tala um would you rather, hann sendi mig eitthvað nokkur, ég ætla ekki að opna það því ég fucking hata would you rathers sko, og kannski útskýra, þú veist, the backstory ég er búin að hlusta á podcast í langan tíma og ég var alltaf að hlusta útvarpið þegar ég var krakki og mér fannst alveg, þú veist, gaman mér fannst aldrei gaman að hlusta þessu útvarpið nema FM 95 blöð þegar það, þú veist, sveppa þeir alltaf finnir en að þetta er alltaf svo same öll viðtöl sem þú heyrir á fucking K100 eða Bylgjunni eða whatever eru bara hraðaspurningar F957 þú veist það er alltaf the same shit, same hacky shit sem allar útvarpsstöðvar hafa að gera í 100 ári þú veist, Elvis var að svara sömu fucking hraðaspurningum og fucking Rikki G að gefa út hérna no hate á þá sko en bara ég fíla ekki hvað það er podcast, ég fíla hvað þú getur gert með þau því þú getur raun og verið do whatever ég byrjaði podcastið mitt bara með að segja sögur þó að það eru örugglega million podcasts with a white guy telling his life stories það er ekki nýtt en mér finnst það way more interesting mér finnst það miklu skemmtilega að heyra anecdotes frá lífi og fólki í staðan fyrir þú veist
líka would you rathers eru þetta er svona eins og anti-joke would you rather be Superman or be Aquaman allt sem hann er að fara að segja eftir það þú eru örugglega heyrt áður þess vegna oftast mjög uninteresting fyrir mig það er bara svona hvað mér finnst það sko þannig að would you rather keep them far away from me ég veit að ég tók vitt alveg 2 fellar daginn þar ég að það kom út held ég og fyrsti þættinni þeirra var akkurat svona þetta var bara svona ég kalli þetta hack radio af því það sem aðri podcastur kalli þetta skilur bara same shit sem radio station var að gera í 40-50 ár og þeir voru að gera það ekki að fyrsta þættinum og svo spyrði ég út í það og þeir líka allavega Einar hann hlustar ekkert á einhver LN podcast og hefur aldrei gert það þannig ég skilur þetta er hvernig þið byrja í þessu þetta er hvernig þið þekki þetta er ekki allir the same sko en þannig að fuck off with your normal questions with your boring shit en þess vegna það er rosalega mikið gestir sem væri cool að fá en ég hef engan svona langar ekkert að tala við þau það er að voða lítið sem ég geti spurt það úti sem hefur ekki verið að öðrum podcastum eða eitthvað sem ég hef engan áhuga af þannig ég veit það er nokkur sem hafa sendt mig eitthvað það er fullt af randos á þessu podcasti sem ekki þekkir eitthvað ég vil tala við þá that's the thing til dæmis bara eins og hann Geo Davis Geo the Devos eða get cool signature sem hann gera á potti veggspjaldinu hann bara ekki 15 ára krakki sem á TikTok sem fær rosalega mikið hate og eina sem að gera hann making racist jokes að segja allir á Íslandi vilja segja og svona sem like pretty fucking true og það er fullt af fólki að senda á mig bara það veit ekki hver hann okkur tekur ekki þannig að gera podcast I don't wanna talk to mér langar ekki að tala við Sverrir Bergman Rikka G skilur ég hlusta á podcasti sem 2 félag tókum með hann sem top notch sko they're killing it sko production quality voða lítið voða þú finnir ekki saman production quality á neinum öðrum þessum aldrei og með the budget skilur sem þeir eru með og ég var í sjokki þegar fucking Einar var að segja mér hann heitir 2 milljónum í bara camera equipment podcasting equipment, ljós ég að taka þetta podcastum með síma and a couple mics but that's just the way I roll that's the way I like it sko það er gauð að fara að koma in a bit held ég eftir svona 2 þegar sem þetta Hilmir hann félag minn grunnskóla artisti og hann eitthvað sem ég trúi að verður miklu stærri en hann núna eftir nokkur ár þegar hann kannski búinn í skólanum og byrjar að gefa út meira listinu sinni og byrjar að fá fleiri gigs og svona og hann way more interesting að tala með hann heldur en eitthvað svona meira kannski established þó að það verður fullt af fólki sem eru huge sem mér fá þetta podcast og ef þið hafa eitthvað sem við fílið og vilja spjalli við fucking send it to my way sko flesti sem eru búin að koma á podcastin nýlega bara frá ykkur fólk sem þið hafið satt mér frá ég meina til dæmis wake up late eitthvað sem ég bara eitthvað ég had no way hann nenni þessu sko en hann gerði það og hann var real into it ég að fara að fá his assistant Mimir líka good guy sko en þeir eru making porn hann segi wake up late making porn á Íslandi making controversies og farfréttina they're killing it sko þeir Íslandingar with a dream á netinu they're making money á netinu that's the thing sko svona the same thing með þetta shitty vinnu og allt þetta dót ég sé fyrir mig að einn daginn mun ég vera að fá mestmegnis af peningunum gegnum netið það bara my mission bara þess svona partur af því en það kannski ekki gott að tala með því í sama konteksti en in the Patreon eða OnlyFans the thing is ég vil það er annarkvort ég mun fá ads á þessu podcasti eða ég mun hafa Patreon exclusive podcast skilur við þannig að það myndi vera kannski smá partur af þessu podcasti bara inn á Patreon ég vil ekki færa allt inn á Patreon það er no way að fylgjendahófum mér sé nóg stóri ég get gert það núna
mér langar ekki merch, mér langar að selja peysur, bólir ég fíla bóli, að fíla fleiri fólk peysur þó, það þú veist, og eins og með það skilur, mér langar ekkert í nema þú veist, að væri eftirspunni eftir því, en mér líst ekkert á að gera með peysu með bara potti logo hérna, af hverju myndi ég ekki að kaupa það, það er það sem ég myndi freka vel að gera, væri að fá ég meina, eins og bara mynda Magga mixa kirkja með skilur eitthvað svoleið shit sko já, bara veist, eitthvað skemmtileg shit úr podcastinu sem er inside joke frá mér and the fans þannig að er Patreon eitthvað sem þú myndir fíla ef þú ert að hlusta núna og þú myndir vilja styrkja mig fyrir þú veist $1, $5 og fá aukefni, fá meira behind the scenes og líka sko það er þættir sem ég tekið sem hafa ekkert komið út bara þegar við tölum svona viðkvæmt efni eða eitthvað svona eða það myndi allt bara fara þar og líka gamla YouTube-dótið mitt það myndi allt fara inn á þar og en samt maður main pitch sko fyrir að hafa Patreon eitthvað sem ég vil vinna upp í sko væri að ég vil að þáttur sem ég alltaf langa að gera sem svona meikar ekkert sens nema inn á Patreon það væri daglegu þáttur sem sagt á virkum dögum það væri daglegu þáttur in the morning bara fyrir fólk þegar þeir eru að vakna mér langar að peppa upp í daginn geta blood moving kveika okkur lagi skilja því að Patreon geti gert a lot more shit líka en OnlyFans ég get kveikt á tónlist sem er copyrighted ekkert ves ég get sagt all the words all the words man all the words og það er ekki náttúrulega að stoppa mig það er svolítið líka bara safe haven fyrir skilur bara þú veist þú getur bara að tala hvað sem þú vilt sko þannig að mér langar að gera svona daglegan þátt á virkum dögum það væri kannski kort eða 10 mínútur eða eitthvað ég myndi bara peppa upp í daginn kannski segja hvað ég er að fara að gera og þú veist, ert þú að fara að lenda í sama shitinu í dag ert þú að fara að hitta Mario eftir sem er að fara að öskraða því þú mætti seint í vinnuna er Sola að fara að slá þig því þú komst seint heim á barnum nú ertu að fara að gera krökkunum að borða og þú ert ennþá smá drukkin þú lendir í svona drasli sko það er eitthvað sem ég langar að gera það er skemmtilegt með podcast líka þið eru bara að heyra mig hægt og rólega að byggja staf skilur það podcast byrjaði 50 þáttum síðan og það verður allt stærri með tímanum sko you can do it, ef þú vilt byrja podcast just start with me bro checka friki.nl og TikTok verður að læra meira það ok, þannig að við erum komin á sko að því maður taka þátt upp tvisar ég man ekki alveg hvað ég bara fucking svara Hvað létið fara út í það að gera podcast? Pretty sure I talked about that. Pretty sure, bro. Pretty sure. Yeah, that's the thing. Ok, það fekk sent Viltu hund? Frýtt. Það veist korpur. Það er eitthvað að gefa mig hund. Sko, það var hundur er eitthvað sem mér langar í hund eventually. Mér langar að experience að eiga kvolp og sjá hvernig það er, þú veist, að eiga að vera skemmtilega vini heldur í kettir en þú veist, Lisa er pretty cool, sko hún sefur like a bunch en hún er loksins byrjað að fara út ekkert fucking ves hún er komið vin það er ekki huge köttur sem býr við hliðina sem er ógeðslega líkar henni svona basically eins og sé sískinni og þeir alltaf bara út í hana þú veist, bitch slapping each other chillandi, hlaupandi hringi, þannig að that's great, sko þessi köttur er búin að þessi kiss er búin að vera mjög jákvæður fyrir mig allan það er nice að þú veist, ég er ekki bara einnina það er eitthvað thing running around hérna, það er mista gaman ég vil ekki alltaf 8 kissur þetta er auðvitað kissa nummer 10 eða 15 eða eitthvað í lífinu og fyrsta kissan sem ég þarf að díla við alveg eitt, sko, sem er mjög nice það er gaman maður, dýr eru awesome maður en satt ég er líka ógeðsna móti dýrum ég er alveg absolutely til dæmis þegar ég og Jón var í Amsterdam þú veist þegar ég á ekki dýrið mér er dröllu sama mér er fucking sama með hundin sko þú veist, mér veist kissur hundir sætar og svona en ég klapp alltaf kissur þegar ég sé út af gautun og eitthvað svona en hundar mér er dröll, ok þeir eru cute and shit það er vond lykt að þeim ok they're all the same þeir gera kannski tricks eða eitthvað I don't care, ok langar ekki klappa hundinum, ok ef þú ert eðlu on the other hand talk to me though, mér langar í eðlu
dude, skjaldbökur þetta gamla risaðlur, skilur það væri mjög cool að eiga svona gecko sem væri bara hérna í trénu plant það væri cool að hafa svona eðlu bara aftur á mér hérna crawling around og svo bara kötturinn brjála, skilur að því, þú veist, eðlan var að breytast í litin af sófónum hérna svona lizard man anyway, where the fuck is this going, man 40 mínútur inn alltaf því ég ger þetta eitt þá, veist, keep it at a minimum, sko 30 minutes, 40 minutes, þú maður geta haldið svo og lengi, sko eða finnst eins og ég sé að sletta of mikið ég að tala of mikið ensku svissa ég tungumálum every 3 seconds það er þitt vandamál, ok keep it to yourself Frikki á TikTok, check it out